að verða tilbúin að búa til eðlunarbú. Og ég með lítið eðlunarbú hérna. Hérna er það. Hérna sykurdeig sem það munu, þetta orðið gamalt en það allt í lagi þó að þessu orðið gamalt og þurrt, það ég éta það. Og þessi rammar eru þá hérna fyrir það til þess að byggja á. Og hér eru það byrjaðar, ég hef notað þetta áður, þannig að þetta hérna set ég fyrir það til þess að byggja á og leyfi það síðan að eðla sig í þessu hérna. Nú skulum við sjá hérna, aldrei fær maður frið. Við erum að bíða með þetta nú. Þá þetta tilbúið og ég hérna með plötu ofan á þegar ég ætla að setja svo drottninguna ofan í hérna á eftir eða með, ég sé bara aðeins til hvernig þetta gengur. Ég get sett hana hérna ofan í eða þá ég get hendinu bara í hópin. Nú, ég snýð þessu og svo þarf ég að setja þetta inn í hérna skal ég segja ykkur jarðkjarna. Nú, ég opna þetta hérna, þannig að ég sturta flugun hér ofan í og það var nokkuð lík. Það losaði sig við sjálfar. Ef ég leta ekki bara dett út hérna. Þannig. Og ég sturta þeim hérna ofan í 3 desilítrum og það mikilvægt, 3 desilítrum. Þú færð að fara með í þennan hóp. Koti dama? Já. Koti hérna, verði hérna, já. Þannig. Og hérna er ég með bala, tilbúin til þess að taka við þeim og það sem ég þarf vatn. Ég þarf að hafa vatn með þeim. Þannig að þá byrjum við aftur á því að flytja þetta hérna. Og það sem ágætt að gera, það er einmitt að taka svona ungar flugur, það er að segja flugurnar hérna sem eru að byggja og við gerum þetta nákvæmlega eins og þegar við erum að sópa býflugum. Það er bara sama aðferð. Þannig að setja þetta hérna ofan í og svo spreyja ég aðeins á þetta vatni. Það eru byggingarflugurnar sem eru nefnilega bestar. Þær eru yngri en aðrar og ég ætla að nota þær hérna. Svo ætla ég að setja smá vatn á þetta. Sýnist þetta bara að vera vel nóg. Þannig. Svo spreyja ég smá vatn á þetta svo ég geti hellt þessu hérna ofan í. Spreyja yfir þetta vatni. Þannig. Þannig að það fljúi ekki mikið upp. Og svo var ég með desilítramáli mitt. Ég ætla bara að taka flugur sem ná hingað. Það er ekki flóknara en svo. Þannig, stelpur. Þetta er ekki alveg nóg. Og ekki setja á mikið, eða þá bara geta það kafnað. Hanna. Þarna komu 3 desilítrar. Við ætlum bara að setja drottninguna þarna ofan í. Segjum þá ef ekki. Hanna fór hún með. Alveg á hreinu. Hérna komið þá eðlunarbú. Og það verður að vera lokað. Því svo opnum við fyrir það hérna eftir nokkra daga. Það var opið hérna. En nú fer þetta inn í jarðkjallara. Takk fyrir. Hanna. Eftir smá tíma, ég ætla nú bara að sjáðu það er slattaflugum eftir. Þannig ég var svona vel rífulegur á þessu. Hanna. Búin að búa til eðlunarbú. Ekki flókið. Þetta getur hver og einn gert heima á sér. Ef hann á eðlunarbú, þarf að segja. Hanna. Nýtum þetta allt. Hanna. Og eins og ég segi, svo þarf ég eftir klukkutíma að þá er komin tími á nýja drottningu hérna. Og akkur eftir klukkutíma, jú, ferðu dama, ferðu, það virðist vera þannig að þær eru móttækilegasta fyrir nýri drottningu akkurat eftir klukkutíma. Og bara sýna ykkur hvernig það með þetta hérna. Setjum þetta inn í jarðkjallara. Farði frá dömur, já. Hér er mjög mikilvæg sending á ferð. Jarðkjallara eða kartöflugeymslu. Og þar geymi ég þetta í 3 daga.
þetta þarf að vera sem sagt helst að vera myrkur og svalt. Það er nú ekki mjög svalt hérna, það eru svona cirka 10 gráður samt sem áður. Verða það bara hér. Svo tekið þér að flytja út eftir 3 daga og af hverju? Jú, það er einfaldlega þannig að eftir 3 daga, þá er cirka 3 daga, þá er komið svona samfélagsmyndun hjá þeim. Það er að segja að þær færi þá ekki að fljúga beint út og heim í gamla búið. Þær halda hópinn. Einhver er náttúrulega að svíkjast undan merkjum, en þær halda hópinn flestar þess svæði. Þannig var það.